Gott fólk, verið velkomin í þátt nummer 149. Það hlaðvarpið Heimsendir sem heilsar hér frá tómarýminu í Skerjafirði og hingaði kominn góðu gestur Þórarinn Hjartarson. Vertu velkomin. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Hvað segir kallinn? Herri, ég bara mjög góður. Já, það bara mánudagur og það bara lífið gott. Það ekki? Jú. Það gerður eitthvað skemmtilegt helgina? Herðu, nei, það var nú ekki mikið. Konan átti reyndar afmæli en við erum nýkomin frá Tenerife, þannig að við leyfum okkur ekkert svakalega mikið. Ég á afmæli viku á eftir og við erum búin að ákveða að þetta yrði svona frekar lágstemt út af því við vorum að koma úr fríi. Já. Þegar maður er með börn, það er maður bara svona eiginlega til í að taka smá frí frá svona fríinu. Já. Og svona einhverju svona hástemdri stemmingu, sko. Láttu mig það ekki að, frí frá fríinu er nauðsynlegt eftir allt svona, sko. Ég veit samt ekki hversu langt síðan ég hef verið í fríi þar sem ég bara gerði nákvæmlega ekki neitt. Nei, það er orðið mjög langt síðan ég gerði það líka, sko. Ég ætla að sé ekki bara síðastir í ferðast. Ég aðgreini að ferðast og að fara í frí. Já. Frí er svona Tenerife og svona sólastrendur þannig. Já, en að ferðast það er að fara til Suðaustur-Asíu eða Japan eins og þú náttúrulega þekkir eða vera kannski í Brasilíu eða eitthvað þannig. Það er að ferðast, sko. Þó það sé kannski bara einn áfangastaður? Já, eða svona fyrir eftir hvernig mann hagar sér. Ég reyndar það var reyna ótrúlegt. Ég man þegar ég fór til Tæland þá hitti ég þar stelpur sem ætlaði að fara til Tæland til þess að eyða fríinu á einhverju all-inclusive hóteli. Það sem var ótrúlega næs og ég hugsaði með mig bara til hvers þetta fara svona langt til þess að upplifa ekki Tæland heldur að fara á eitthvað hótel til þess að vera þar. Mér varst það algjörlega galið. Maður vill vera bara á götunni í götumatnum og út í frumskói. Já, þú veist, smakka sportdrykka og svona, þú veist, alvöru stemmingu. En byrju, þú hefur farið til Suðaustur-Asíu. Já, og Japans. Hvað Vietnam. Já. Hvað kom til? Ég ákvað, ég var bjóð til hjálparstarf á Indlandi kringu 2015, hafði verið 2012 líka og svo fyrir eftir 2018. Ég veitt það bil árið af mínu lífi á Indlandi, mér líkar mjög vel við Indland. Já. Og ég var þar í 5 mánuði það skiptið, eða 6, eða svona 5,5 á Indlandi að sinna þessu hjálparstarfi og endaði svo að ég að ferðast líka til Tæland og Vietnam og keypti mér mótorhjól í Vietnam þar sem að ég keyrði frá suðrinu og fór svo enn syðra, byrjaði í Ho Chi Minh, fór svo enn sunnar og fór svo upp til Hanoi og endaði að fara, ég tók rútu, ég seldi mótorhjólið í Hanoi og tók rútu til Sapa líka, þannig að ég fór þannig alveg upp við landamæri Kína og Vietnam. Þar sem stríð núna, ef þetta ekki eitthvað? Já, Vietnamar, það er svolítið áhugaverð að tala við Hilmar Þór, að stóla mér hver son hann Skúlason held ég. Hann hefur allavega verið að fjalla mikið þessi mála. Hann hefur verið að tala að Vietnam svona skynsamlegasta veldi nútímans í svona stríðsmálunum. Bara geopólitík. Já, geopólitík allt frá bara stríðinu við bæði Frakka og Bandaríkjamenn og hann svona færir rauk fyrir því að Vietnam gerir sér grein fyrir þeirri stöðu sem þeir eru í, að þeir eru mikilvæg staðsetning þeirra er mikilvæg og að þeir svona gerir sér grein fyrir því að ef að þeir fara ómikið halla sér að Kína þá fara bandamenn að hafa meira áhuga og ef að Vietnamar fara að verða svona setja það í gæsaleppir og vestrænir að þá fara Kína að hafa mikið áhuga, þannig að þeir halda sér svo rosalega svona óhlutbundnum í öllum skilningi, sko. Maður hefur heyrt þetta, og kannski Indland einhverju leiti líka að spila svona báðar hliðar og... Já, Indland að mínum mati bara eitt áhugaverðasta veldi sem að til út af því ég held að til dæmis eins og Kína þrátt verið það að þeir búi við ótrúlega mikla getu hernaðarlega einhverju leiti en rosalega mikla tæknilega getu að þá munu þeir koma til með að glíma við það stórar áskoranir næstu árum þar sem að þeim eru að fara að fækka 60% ef að tölfræðin er rétt og sumir meira að fara rauk fyrir því að svo tölfræði er vanmetin og að þeir verði bara 600 milljónir fyrir árið 2100 og örugglega töluvert fyrr
að þá verða þeir ekki það stórveldi sem að okkur svona tamið að vera að telja þeir komið til með að vera. Indland hins vegar verður mjög og rosalega áhugavert veldi út af því að þeir eru bæði með gríðarlega rísandi hagkerfi, hefur kannski fallið í skuggan á Kína einhverju leyti út af því að þeir eru ekki kannski að upplifa mikinn hagvöxt og Kína hefur gert frá árið 1990 en hins vegar þá eru þeir rosalega áhugavert afl út af því að þeir eru ekki að glíma þessar sömu áskoranir og þeir munu koma til með að verða gríðarlegt veldi hvort að það verði efnahagslegt eða hernaðarlegt eða hvernig sem það verður, að þá held ég að þetta verði miklu meiri áhrifavaldur í alheimskerfinu heldur en að við kannski gerum okkur endilega grein fyrir og ég bara tók eftir þessu, fyrst þegar ég kem hana 2012 að þá upplifi ég og sé rosalega mikið af náttúrulega deburð og öðru og náttúrulega mikið til sorg og svo 2015 þá þetta svona horfa til betri vegar en svo þegar þetta kemur 2018 að þá þetta bara búið að breytast töluvert mikið og þannig eru þannig 6 ára tímabil þar sem að maður sér bara áþreifanlegan mun á því hvernig Indland að koma til með að farnast og ég held að eins og segja mín skoðun svo að þetta muni koma til með að verða miklu áhugaverðari breyta heldur en Kína eftir hvað ég var að segja 30 ár. Já, ég get ekki tekið undir það það hefur verið svona tíska fyrir því að tala Kína sem næsta stórveldi heimsins en eins og bendir á þannig að eru lífræðilegar áskoranir. Ég bara sé það ekki. Ég sé ekki hvernig út af Kína tala það að sjálfvirknivæðingin og annað verði svo rosalega áhrifamikil og ég held að það sé ekkert rangt en ég held að hún verði ekki staðbundin við Kína. Ég held að þetta verði, við sáum náttúrulega miklar erjur gagnvart stjórnvöldum, ég meina hvað var að 2019 þegar að fólk einfaldlega braust inn í þingsal í Hong Kong og kröfðust lýðræðis. Ég meina þetta á eftir að aukast og ef að lífsskilyrði fara að verða verri ekki út af ekki út af lífsgæðum sem eru endilega bundin með hluti eða eitthvað annað heldur lífsgæðir varðar bara tilfinningaleg tengsl og annað. Ef að þau fara að verða miklu meiri og fólk fara að verða miklu eldra og það verður erfiðara að sjá eldra fólki og þar fram eftir götunum að þá held ég að svo sjálfvirknivæðing mun ekkert koma til með að geta komið í staðinn fyrir það. Nei. Já, og svo náttúrulega stóra málið í þessu öllu sem Tævan og hvort að Kína sem var einfaldið þetta, hvort að Kína velji að framfylgja þeim loforðum beinlinni sem þau hafa talað varðandi sameiningu Tævan og Kína annars vegar eða hvort að þau velja að halda viðskiptasambandi við restina af heiminum hins vegar þú veist, af því að það alveg ég myndi segja nokkuð ljóst ef að Kína fer inn í Tævan þá ansi margar þjóðir sem myndu bregðast einhvern veginn við þar Já, og þannig ertu náttúrulega að tala fyrirtæki aðalega sem heitir TSMC sem að býr til bestu hálfleiðara í heimi sem eru Já, algjörlega, þú veist, en líka bara að því við það fyrirtæki í Tævan svo satt svo í Taipei mitt nei, ég meina bara að því að eftir ef við bara förum í djúpulegina ef að Rússar eru að gera innrás í Úkraínu 2022 og það hefur viðskiptaþvinganir og svona meiri þvinganir heldur en áður hefur sést í för með sér þá málu ætla að eitthvað svipað mundi gerast ef að Kína myndi ráðast inn í Tævan. Munurinn hins vegar á Rússlandi 2022 og Kína 2027 væntanlega sá að Rússland var nú þegar búið að einangra sig að miklu leitri frá vesturinu en Kína þú veist, þú lítur bara á topp 10 viðskiptavini Kína þegar kemur að bara þjóðarviðskiptum milli þjóða þá eru þú veist 7 af 10 þjóðunum svona falla undir reglífina vestrið þú veist, þannig að það kannski meira í húfi fyrir Kína að viðhalda einhvers konar viðskiptasambandi við vestrið heldur en Rússland á sínum tíma, maður veit það ekki. Nei, það er alveg spurning, ég meina hvað eru 480 milljónir í Evrópu og 380 í Bandaríkjunum. Ef að Indland fer að verða einhver stórkostlegur
Já, svona kaupandi á alls konar vörum, þá 1,4 milljarðir þar, samhliða því að millistéttin að rísa. Þannig að sko Já. Kína geti hort á það að þeir geti þá verið bara að annast annan kaupendahóp með að vissum með forsendur. En ég samt alveg sammálaður sko að við í vestrinu hugsum meira svona efnahagslega gæði heldur en kannski tilfinningalega gæði, og það er að fara rök fyrir því að við ættum kannski að vera halla okkur meira í átt að hinu sko, þó svo að hlutir séu algjörlega frábærir, að þá svona, ég myndi bara svona taka samskipti á Facebook, bara ef við tölum Ásthilda Lóu málið sko, ég veit ekki hversu marga sko, kannski þetta út af því ég í ákveðni búblu líka, hver á Facebookinu mínu, en maður bara að sjá sko fullorðið fólk vera bara með einhverjan svona 900 orða pistil afstöðu sína gagnvart Ásthildu Lóu, samhliða sko afstöðu sinni gagnvart afstöðu annara sem að tóku afstöðu annara, og ég alltaf bara er þetta það besta sem að þú getur verið að gera við tímaðinn? Og kannski ég að vera algjör hræsnari núna út af því ég alltaf að tala þessi samfélagsmál, og alveg einhverju leiti mikilvægt að tala smámálin líka, því að sko öll smámálin búa til einhverja stærri stærð, en aftur á móti þá finnst mér svona þetta mál og eins og með fjölmörg önnur mál vera svona ákveðin vitnisburður kannski að sko kastljósinu okkar, og sko þá er ég að tala persónulega kastljósi, er ekki endilega beint að svona þeim hlutum sem við kannski ættum endilega að vera að spá í all dag. Já. Ok, en hvað eins og bara af þinni reynslu að ferðast Suðaustur Asíu og Indland þá kannski sérstaklega, hvað gætum við gert betur eða hvernig getum við breytt þú veist, þú færið meira í átt að einhvers konar tilfinningarlegu svona? Ég held að man nú ekki act global, think local, sem sletta sem að ég man nú ekki alveg hvað hann uppsprottin, en ég held að við ættum kannski að vera að huga meira að okkar eigin persónulegu hagsmunum, út af því að ég held sko að Ísland, ef við tölum bara svona diplómatískar leiðir, og það einmitt verið gagnrýnt svolítið að Ísland sé svolítið í svona þessu hlutverki að vilja koma sér á framfæri í því að vera sko rosalega framalega einhverjum jafnréttismálum og segjum okkur með þess að allir sé að horfa til Íslands. Ég held að það sé ekki rétt sko, ég held að það sé ekki alveg rétt að allir séu að horfa til Íslands.